Svo blakar á sér. Já. Býtu, hann er sonur minn líka. Ég bara hitt hann þegar mér sýnist. Ég gerði ekkert við hann. Ertu svona ruglumanneskja? Þór, láttu þetta ekki skemma kvöldið fyrir okkur maður. Æ, fyrirgefðu ástin mín. Þessi fucking kona. Ég hefði ekki átt að svara símanum. Halla Ólafsdóttir sagði frá. Veðurstofan spáir austanátt 18 til 28 metrum á sekúndu, hvassast verður líklega sunnanátt. Mun hægari á norðausturlandi, stytta eða rigning á suðausturlandi en annars úrkomu. Hiti verður á bilinu 0 til 5 stig, en minnkandi frost á Norðurlandi. Það dregur heldur úr. Hæ. Hæ. Getum við aðeins spjallað saman? Hæ, já. Kannski inni. Það er aldrei kalt. Já. Veistu hvað rektir þér? Sundi. Ekki laugin alveg stútfull af einhverjum gamalmönnum á þessum tíma. Nokkuð pláss fyrir fólk að sitja. Kata, símiðinn. Kata. Kata, ertu það? Hvað, ertu búin að sakna mín?
Nei, heyrðu, þetta er í sambandi við Kára. Nú, hvað er það? Ég hef bara áhyggjur á honum. Ég held að sé byrjaður að drekka. Af hverju heldur það? Því ég var með matarboð núna helgina og svo eftir matinn ætlaði ég að bjóða fólkinu upp á konjak. Og þá var konjaksflaskan hálf tóm. Það var búið að drekka hálfa flöskuna. Ok, spes. Þú ekki bara búin að drekka hana og búin að gleyma því? Nei, það var ekki svoleiðis. Svo er hann úti alla nætur með einhverjum nýjum vinum sem ég þekki ekki og bara eitthvað að slæpast. Hann lítur aldrei í bók. Hann er 16 ára. Hann er byrjuð mennta og hann er að kynnast fullt af nýju fólki. Hvernig varst þú á þessum tíma? Herðu, ekki vera að snúa út úr. Þetta snýst ekki um mig, þetta snýst um hann Kára. Ekki vera svo skver. Skver? Hvað meinarðu skver? Það getur vel verið að þú finnir ekki fyrir neinu, en ég sé breytingarnar á hann. Fyrirgeðu, hvað ertu að gefa í skynið? Ekki neitt. Já, ertu að segja þessu ekki að standa með? Nei, ég sagði það ekki. Nei, einmitt. Herðu, Kata, ekki taka. Akkur þarf að taka þessu svona? Hvað segir þau? Í alvöru tala, er þetta... Ertu að segja eitthvað? Útkall! Getum við talað við hann? Já, ég skal tala við hann í kvöld. Nei, getum við talað við hann? Já, hittumst hérna í kvöld. Ég læsi á eftir mér. Hvað heldur þú sért að gera? Ha? Sérðu ekki að þetta er lokað svæði? Jú, ég bara vissi Sérðu ekki borðanum? Hvað er í gangi? Það er kannski að passa þess betur eitthvað fólkið þitt. Það sé ekki að fara inn á lokuð svæði. Þú skemmt að enda með kæru fyrir að spilla vettfangi. Ég var bara að ná í... Hún er að djóka, Kitty. Geturðu kommenta eitthvað á þetta? Er þetta morð? Þú veist að ég get það ekki sem að... Bara eitt komment, Kata. Kata! Tóti nefnir að fara að standa þarna hjá borðanum. Vitum við hver þetta er? Ekkert veski, engin skilríki, 10 stungusár allavega. Dánatími. Sólarhringur, það er erfitt að segja nákvæmlega út af frostinu. Er Míra á landinu? Já, flýgur til kvöld. Gott, ég myndi ekki neina að bíða 2 vikur eftir krufningu. Blóðblöttir sýna að morðinginn hélt honum að sér á meðan hann stakk hann. Guð minn góður, hvað er þetta með augun? Frekar óglulegt. Útigangsmaður. Líklega það eru nálar för á báðum handleggjum. Nú, þá ertu við að þekkja kauða. Ertu búin að undirbúa ræðina? Ha? Þú veist að búið að búið allar deildur á fund seinni í dag. Ég var einbeitt okkur hérna. Ég veit hvað þetta er. Opnaðu! Til lögreglan, opnaðu hurðina! Opnaðu þið brjótunni hurðina! Nei! Nei! Eða hurðina! Nei! Nei! Sýttu með hendurnar! Sýttu með hendurnar! Sýttu með hendurnar! Slaka það á! Ég kann ekki neitt! Er hún opnuð? Nei, ekki með neitt. Róa þig. Hjálpa mér! Íris, hlusta á mig. Íris, hlusta á mig. Hjálpa mér! Íris, já, býttu. Hvað kom fyrir þá? Íris mín, Íris, hvað kom fyrir þá? Já, hlusta á mig. Hvað kom fyrir þá? Segð mér. Íris. Æ, þetta gengur ekki. Ég verður að fara með hennar stöð. Þú velta þér yfir. Kottu. Já.
Er eitthvað sem ég get gert fyrir þig? Eitthvað hjálpa með? Nei, farið bara með hennar stöð, takið sýni og svo bara inn í klefa. Hún þarf að sofa úr sér áður en ég get talað við hana. Ok. Hæ, Gata. Er búið að taka skýrslu af stelpunni? Írisi? Já. Nei, hún var í engu ástandi til að láta yfirheyra sig. Þetta hún hefði gert þetta? Ég veit ekki. Gæti þetta tengst einhverju skuld, eiturlyfjum? Það gæti verið. Ég ætla að komast að því eftir. En Magnús, ég verð að fá auki mannskap. Það eftir að fara yfir alla myndavélar og... Já, Helga og Erlingur verða þér innan handar. Ok, flott. Ég með mitt eigið mál, ég hef ekki tíminn eitt hana. 30 ára gömul beinagrind getur beðið, þetta mál fer í forgang. Veitu, hvað með myndirna sem að fóru fjölmiðla? Það lítur einhver að vera þarna úti sem að kannast við hálsmennið eða kveikir hann. Magnús, það verður að fylgja þessu eftir. Ef eitthvað nýtt kemur upp, þá verður það athugað. En þangað til, þá hjálpar þú Köllu. Helga, viltu segja eitt orð? Hæ. Hæ. Heyrðu, er til að finna allt Þór Ingimarsson fyrir mig? Er það einn látni? Já, hann á sakaskrá. Já, fyrir Já, mál. veitu. Og þú er búin að því þá máttu fara í gegnum allar myndavélarnar í kringum höfnina og nágrunni. Kata. Halló? Hæ, ertu laus? Núna? Ertu búin að heyra á morðinu? Já, fuck. Hittum á búlunni. Ok. Nei, meistari. Jæja. Næs. Hvað, nýr jakki? Þessi? Já, nýr gamall. Það verður að lúkka, skilurðu. Hvað getur sagt mér Þór? Hvað er kannski peninga? Var hann í innflutningi? Þór er fáiði. Já, þú veist, var fáiði. Það fyrir eftir hvernig þú horfir á það. Er þetta satt? Hann var að stungi 50 sinnum. Skuldaði hann? Nei. Þú veist, þetta er bara einhver nobody. Þess vegna er þetta fucking skrítið. Þú veist, spes típa. Vann aldrei shit, dílaði eitthvað smá í gamla dag, svaka kall. En þú veist, ekki til að tala um. Og svo núna, nýverið, allt í hennu bara bang. Lifir hann fucking kongur. Það er alveg mega skítalið þar sem pening. Og hann byrjar aftur að selja? Nei, máttu það. Allt og latið til þessu. Margur hálfindi, sko. En fyrirverandi konan hans, hún getur til dæmis sagt þér hversu mikil drullus okkur þessi gæi var. Ok. Ég get ekki sagt að þetta komi óvart. Nú, varst í einhverjum samskiptum við Þór? Já, ég talaði við hann í gærkvöldi og sagði hann má koma aldrei nálægt sinn okkar aftur. Síðast þegar hann fór til hans, kom hann út og dópaður heim. Er ekki lagi með þig? Það komst í eitthvað ógeð á Þór. Helvítis ógeð. Átti Þór einhverja óvinni? Hann átti ekkert nema óvinni.
Hvar varst þú í gærkvöldi? Ef ég hefði viljað drepa hann, þá var ég löngu búin að því. Hver veit nema ég hefði látið verða að því nema á dónu Fannari mínum. Hvenær verður jarðförin? Það er að kryfja hann fyrst. Af hverju spyrðu? Það endi ekki með því að ég þurfa að sjá þetta. Jæja, hvað segir þið? Bara fínt. Hvað er eitthvað fyrir þetta af beinagrindinni? Já, veitu núna að þetta var svona 12-16 ára gamall strákur. Æ. Já. Hvað getur þið sagt mér á nýja vin okkar hérna? Hann er dáinn. Heyrðu, áfengi, amfetamín og kókaín í blóðinu. 10 stangir. 7 framan, 3 aftan. Og þessi hérna fóru bara beint í gegnarslagni. Og nýfurinn? Langur og mjór, cirka 15 centimetrar. Ástríðugleipur? Já, lítur út fyrir það. Geti kona hafa gert þetta? Ég helst ekki það vantar svona mikið kraft til að gera svona stangur djúpt. En adrenalín og heift? Kannski, en veistu, ég er bara alveg 100% víst að gerandi var svona karlmaður. Sjáu hér, hjálpaðu mér. Taktu hann bara að hjálpa mér. Hæ? Að hjálpa mér bara aðeins. Sjá. Stangin er hátt uppi, sem segir okkur að hnífurinn haldi svona og stingur svona lóðrétt niður. Morðingi var svona jafn hár eins og hann, eða hærri. Hérna, getur við sleppt? Já. Þessi sálir hérna eru svona djúpari, kannski gerir fyrst. Hvað með augun? Já, augun. Þetta er einhvað sem ég sé ekki oft. Þetta er einhvað mjög sérstakt. Voruð þið skorinn fyrir eða eftir andlát? Eftir. Það er bara beinlína yfir augun. Af hverju taka áhættuna því í stað þess að flýja? Veistu, ég bara veit ekki. En heyrðu, ég frétti að þeir bara að gera til nýtt ívri maður í rannsóknardeild í kvöld. Regi? Míró, ég er ekki að ræða þetta núna. Ég er bara ánægður fyrir þig. Takk. Já. Mamma, ég er í vinnunni. Þú ert með lykil. Held nú, er það kannski einhver heima til að taka móti mér? Ég næ ekki Kára, sko. Kata, Kári er bara einhvers staðar úti. dótið komið á myndaðarinn. Ok, mamma, ég verð að fara. Bye. Sko, við sjáum þau koma hérna. Svo erum við líka með þetta sjónarhorn hér. Hérna sjáum þau koma. Og hérna er þetta þriðja. En þetta er allt saman töluvert austar heldur en það sem að Þór fann smyrtur. Er enga myndavél sem sýna höfninu betur? Kata, Já. eigir þessu til yfirherslu? Ok, takk. Hljóta að vera einhverja fleiri myndavélar. Kannski er einhver fyrirtæki hérna með vélar. Tjekka á því. Gera það. Ok. Réttu mér hendurna hennar. Réttu mér hendurna. Vissirðu að maður fær yfirleitt sár í lófana ef maður stingur aðra manneskju á svona miklum krafti? Íris, ég veit að þú gerðir þetta ekki. En ég veit ekki hvort þú sért samsek. Samsek? Eins og við ræddum. Það gerir 6 ár. Já, og bættu 2 árum við þann dóm, þar sem að þú áttir við líkið. Áttir við líkið?
Af hverju tókstu veskið? Hvað veski? Ekki ljúga mér. Af hverju tókstu það? Sko... Ekki... En það var einhver maður að elda okkur. Ég sagði Þórða og hann hlustaði ekki á mig. Svo reyndi hann mér og svo hljóp ég heim. Svo kom ég aftur tilbaka og þá var hann bara dáinn. Hvernig leit hann út, maður sem var elda ykkur? Ég veit það ekki. Veistu það ekki? Hann var bara alltaf að hverfa og birtast til skiptis. Það var hann samt allur dökklæddur. Það virkaði mér flökurt. Getið þið gefið mér eitthvað díasepa með eitthvað hjálpar tala? Ég er alveg... Hvaða lykt er þetta? Hún ældi á mig. Helvítis, helvíti. Þið hættu svo vel, drullar úr bólnum. Hvað, hér? Já, drullar úr honum. Þú verður að toga þá. Toga... Svona, bóla. Jesus. Mátt alveg koma, sko. Heyrðu, sástu einhvern annan á upptökunni með Íris og Þór? Nei. Hvað lykt er þetta? Skiptir ekki. Íris sagði að einhver hafi verið eldaði. Getum við skoðað þetta aftur? En ég meina, þetta er allt sem við erum búin að sjá. Það er ekkert nýtt hana. Jú, hérna sjónarhorn hér, hérna alveg upp í höfnina. Hérna erum við að sjá Írisi vera að líta aftur. Hérna áður en hún fer í burtuflóðin. Og það er meira svo möguleik á því Sant. að ég geti dregið fram mótvinkilinn á þetta hér. Svarið það, hún leit við þarna. Sjáðu hérna. Hérna koma þau, Íris og Þór. Hérna, og við stoppum þetta hér, sjáðu. Hún er að líta hérna tilbaka, hérna upp í þetta port hér. Já. Má sjá? Hún kíkir hérna. Ok, og svo fer hún, eins og við sáum að hinnu. Sjáðu hérna, hérna kemur ykkur. Þetta að stekka þetta? Já, þetta hérna er hugsanlega maðurinn sem Íris sagði að hafa verið eldaði. Já, en þessi myndi ekki að slega gagnslaus. Nei. Hún staðfestir að Íris er að segja satt. Það var einhver eldaði. Gott fólk. Komið í sæl öll sömul. Ég veit að það er óvenjulegt fyrir ríkislögreglustjóra að koma svo inn á gólf hjá rannsóknardeildinni, en ég vann nú hér á sínum tíma þegar að deildin hérna ennþá RLR. En hvað það? Rannsóknardeildin hefur verið án yfirlögregluþjóns stundarsakir, en lögreglustjóri, Magnús, hefur stýrt deildinni af myndarskap. En nú er komið að tímamótum og ég held að ég hef kannski ekkert meiri orðalengingar það, en gefi Magnúsi orðið. Þakka þér fyrir, Vilhjálmur. Já, ég er nú ekki mikill ræðumaður eins og þið vitið, svo ég kem ég nú bara beint að efninu. Leyfið mér að kynna fyrir ykkur nýjan yfirmann rannsóknardeildar. Helga, viltu koma í gang?
Helga hóf störf hjá sýslumannsembættinu á Keflavíkurflugvelli en hefur seinustu 10 ár unnið feikigott starf sem yfirmaður hjá Fíknó. Til hamingju, Helga. Má ég eiga við orð? Hvað er spá? Hvað meinar þú? Hvað meina ég? Hún er bara búin að vera hérna í nokkra vikur. Hún þekkir ekkert til hérna. Hún hentar betur á þessari stundu. Hentar betur að... Hvernig heldur þetta líti út? Líti út? Já. Það er verið að sniðganga mig og það sést langa leiði, Magnús. Ég er búin að vera hérna í meira en 10 ár. Miklu meiri reynslu og þekkingu. Ókei, eða... Er þetta kannski pólitískt? Kata, látt ekki svona. Það hefur ekkert með pólitík að gera. Kjaftaði! Þau Vilhjálmur að koma sínu fólki að. Alveg svo honum var komið fyrir sem er ríkislögreglustjóra og þú veist það! Þetta er búið og gert. Þú ert næst. Er allt í lagi? Kannski ekki fengið betri mynd? Ég er bara enn að fara í gegnum þetta. Hérna... Egill hringdi. Hann virkaði pirraður. Hæ, elskan. Hæ. Sérðu hvað ég er með? Hæ, takk, elskan, takk. Hvernig hefur það? Mér hef haft það betra. Já, ég veit. Fyrirgeðu hvað ég kemst seint. Ég ætlaði aldrei að losna. Eru þeir enn að skipta skoðun? Já. Nú á þetta víst að vera á hótel. Það er eitthvað alveg nýtt. Hvað erum við að horfa á? Ekki skipta, ég er að horfa á þetta. Já, þá ætlum ég að koma mér að borða. Hæ, sorry. Þau eru löngu komin. Þau? Já, Berglind kom með hann og ég gæti ekki bara lokað hann úti. Ég reyndi að hringja. Ég var bara föst með þau. Mamma. Ég slappaði af. Ok. Lofaðu mér að æsa þig ekki. Nei. Hæ. Hæ. Afsakið hvað ég segi? Já, allt í lagi. Við vorum bara hérna að gæða okkur á kökunni með stöðuna. Já. Vertu velkomin. Takk. Ætlum við ekki að tala við Kára? Jú, við. Við erum öll saman í þessu. Er ekki allt í lagi? Og hvað er Kári? Hann er bara inni hjá sér. Ok. Ég næði það, já. Ok, býtu. Fokk. Ok, býtu. Ok, áfram. Ok, býtu. Já, hægra megin, býtu. Ok. Skjótu. Hann er þarna. Fokk.
Ok, ég þarf að bíddu, tala má ég þessu bara við þig. klára? Bara ein mínúta. Bara ein mínúta. Ok, bíddu, skjóttu. Fokk, drullar þarna. Já, bíddu. Já, ok, vel gert. Fokk. Ok, skjóttu. Já, ég dó. Ok, bíddu. Já, ég ætla bara að tala aðeins mömmu. Ok. Er ekki allt í góðum? Er ekki allt í góðum? Jú. Alveg viss? Gaur. Það átt skáp, sko. Já, hvað, þetta er verk í vinnslu hjá mér. Pabbi þinn það. Já, ég veit. Og vinkonans. Já, ok. Okkur langar til að spjalla aðeins við þig. Hvað er eitthvað vesen? Okkur langar bara til að spjalla aðeins við þig. Hvað er málið? Komdu. Hverju hundar? Ég meina, þetta er ekki hundamatur. Nei, sjálfsögðu ekki. En hérna, já, okkur langaði svona fannst nýtt að vinna með hund og þetta sé náttúrulega fyrst og fremst í því. Hvað var þetta? Hvað? Svona, athugaðu það. Athugaðu það. Ómar! 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 Carmen, þegar ég var ungur og svona á þínum aldri, þá fannst mér mjög gaman að skemmta mér og svona, djamma með félagunum. En ég reyndi samt að láta félagana ekki draga mig út í eitthvað svona sem ég myndi kannski sjá eftir. Sko, hópþrýstingur. Pabbiðinn heldur sér byrjar að drekka. Já, nei. Sko, þú getur alveg sagt að við viljum bara heyra sannleikann. Já, nei, ég er ekki byrjað að drekka. Af hverju aldrei það? Af því að það hvarf hálf koníaksflaska á heimilinu. Okkur ætti ég að vilja eitthvað ógislegt koníak. Þetta var ekki ógislegt koníak, þetta var mjög gott koníak. Ok, nei. En hvað með þetta partí sem þú varst í dag? Ég fór ekkert í partí, ég fór bara á ballið. Já, og varstu ekki að drekka á ballinu? Nei, maður þarf að blása hann maður fyrir inn. En vinið þínir, getur verið að þeir hafa kannski... Hvað, er það útkall? Já, ég verð að fara. Amma var heima. Sorry. Bless. Já, má ég þá líka fara? Já, en við þurfum að ræða betur saman. Ok. Býrð þú líka hér? Nei, það er bara tímabundið. Það kom mygla á heimili mínu. Geturðu veitt okkur upplýsingar? Veistu hvað er að gerast allir inni? Ég get ekkert sagt á svo stundu. Katrín, geturðu talað henni? Tala við eftir. Hvað málum með lagið? Konan hans. Nýkomin aðgerð föst í rúminu með þetta gekk á. Nei.
Hver er hinn látni? Ómar Karlsson. Fjárfestirinn? Þetta er innbrot. Nei, engin ummerki allavega. Morðingi lítur á að koma inn útidyrnar. Sjáðu, tekka á þessu. Nei. Katrín. Já. Magnús vill tala við þig. Já. Er þetta sami morðinginn? Já, mér sýnist það. Magnús. Magnús. Fyrirgeðu. Við verðum að halda þessu frá fjölmiðlum. 2 morð, alveg eins, á innan við sólarhring. Við myndum samt að senda eitthvað frá okkur. Fjölmiðla vita af þessu nú þegar. Já, Helga risar upp tilkynningu og við segjum að þetta sé innbrot sem hafi farið úr böndunum. Vittu, segja hvernig ljúgu við að fjölmiðlum. Gerðu bara eins og ég segi þig, Kata. Ekki orð nein tengsl á milli morðana. Við verðum að hafa stjórn á því hvað er gert opinbert. Já, Magnús. Annars getur hreinlega myndast hér upplausnar ástand. Við þurfum að drífa okkur niður á stöð. Ríkislögreglustjóri hefur boðað blaðamannafund. Kata. Já. Það er búið að taka ákvörðun að kalla á hjálp að utan. Að utan? Já, Oslo. Já, er það ekki fulldrastist? Eins og þú veist, þá erum við undirmönnuð og þá er nú aldrei sakað að fá aðstoð. Kata, þetta hefur ekkert með því að gera. Við berum fullt traust til þín í þessu máli. Einmitt. En ég hef yfirumsjón með þessu þangað til rannsókninni lýkur. Var eitthvað fleira? Nei, ekki billi. Komið þið sæl og þakka ykkur fyrir að koma með svona skömmum fyrirvara. Lögreglan hefur til rannsóknar 2 morð. 2 morð sem framin hafa verið með stuttu millibili. Það er Katrín Gunnarsdóttir sem leiðir rannsóknina og hún svarar nú spurningum ykkar. Gjörið þess vel. Liggur einhverjum til grunn? Við getum ekki svarað því að svo stöddu. Já. Tengjast fórnarlömbin með einhverjum hætti? Við miður get ég ekki veitt þær upplýsingar. Er rétt að aðstoð hafi verið kölluð að utan? Já. Rannsóknarlögregla frá norsku ríkislögreglunni er á leið til landsins til að aðstoða okkur við rannsóknina. Hvers vegna er verið að kalla eftir aðstoð þessu stíði málsins? Er lögreglan í Íslandi ekki í stakk búin til þess að rannsaka mála þessu tagi? Ég myndi nú ekki segja að Eins og þið vitið þá hefur lögreglan á Íslandi átt mjög farsælt samstarf við norsku lögregluna í fjöldamála. Bæði hér heima og úti í Noregi. En er verið að rannsaka þetta sem raðmorð? Er það ástæðan fyrir aðkomu norsku lögreglunar? Eins og ég var að reyna að segja hérna rétt á það. Þið neitið sem sagt að raðmorðingja sé að ræða. Selma, það er ekki hægt að segja svo Hvað með augum mannanna? Vitið þið af hverju þið voru skorin? Er morðingin að merkja sér þau? Óttist þið fleiri morð?
Þessu er lokið hjá okkur í dag. Þakka ykkur fyrir komuna. Viljið þið segja eitthvað við almenning í landinu? Það kemur allt saman fram í yfirlýsingunni sem var lesin hérna áðan. Þessu lokið. Takk fyrir. Er verið að venda hérna rannsóknarhagsmuni hérna? Hvernig verið að venda? Er einhver tenging milli fórnarlamba? Af hverju er verið að tala raðmorðingja í fjölmiðlum? Helga. Ég talaði við Selmu og Helga, fréttastjóra RÚV, og þau neita að gefa upp heimildamenn sína. Jöfulsins vitleysingar. Skilur þetta fólk ekki að það er verið að spilla lögreglurannsókn?